Then I lift up his hair, and it forever so lightly. That's where her hair starts, just because she can. Now please can I kiss him? Just because she can. I just don't know. Just because she can. There's a line there, I can't cross it. Just because she can. There's a line there, I can't cross it. 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 Fjöllin hafa vakað í 1000 ár. Ef þú rýnir inn í bergið sérðu glitra tár. Orð þín kristaltær, prófu mig nær og nær. Ég reynd að kalla á
frá skrýtnu landi fyrir okkur ein. Þar yksu rósir á hvítum sand og vonum betri heim. Ég hló þú horfir á, augun þín svarta þrá. Ég teygði mig í himinn inn í tunglið, reynd að ná. Í tunglið reynd að ná. Heimskur sem opnar sína sál. Ef hann kann ekki að ljúga, hvað verður að þá? Undir hælinn verður tróðinn, líkt og laufblöðin smá. Við hræðumst hjarta hans og augun glá. Fjöllin hafa bakað í 1000 ár. Ef þú rýnir inn í bergið sérðu glitra tá. Og þín kristalltær, tróðurinn nær og nær, ég reynd að kalla á ástina, reis úr dvala í gær. Þú sagðir mér frá skrýtnu landi fyrir okkur ein. Þar yksu rósir á hvítum sand og vonum betri heim. Ég hló þú horfir á, augun þín svarta þrá. Ég teygði mig í himinn inn í tunglið, reynd að ná. Í tunglið. Reynd að ná.
Góðan daginn og velkomin á þennan fund hér í húsnæði Íslenskra erfðagreiningar og þið líka sem heima sitið, það eru fjölmargir að fylgjast með okkur í streymi. Byrjaði að þakka Ljótakór kærlega fyrir þessi 2 lög. Ég var reyndar að uppgöta, hún Nanna Líf, frænka mín stjórnandi kórsins, ég var ekki að uppgöta það, en ég var að uppgöta að þessi nafngift Ljótikór, þetta afhjúpar ákveðið svona lítillæti hjá okkur systra börnunum, þess að ég í hljómsveit sem heitir Skárinn ekkert. Þannig að það ákveðin þráður sem hérna komið í ljós. Og ég heiti sem sagt Guðmundur Steingrímsson og ég ekki í framboði, sem auðvitað fáránlegt, þess að það á að endurnota og endurnýta. En ég hér sem varaformaður Landverndar og í fjarveru Þorgerðar Maríu Þorbjarnardóttur sem hefur setið undanfarnar vikur 2 COP-ráðstefnur, annars vegar líffræðilega fjölbreytni og hins vegar loftslagsmál og bara á leiðinni heim frá Azerbaijan. Og þannig að það kemur í minn hlut að setja þennan fund og það sem sagt ætlunin hér að hafa enn eitt pallborðið, þetta kosningabarátta pallborðana og nú ætlum við að ræða umhverfismál og náttúruvernd og það ekki svo lítið og hér eru komnir fulltrúa flokkana. Og það landvernd sem stendur að fundinum ásamt og með góðu liðsinni annarra náttúruverndarsamtaka eins og Náttúruverndarsamtaka Íslands, ungra umhverfissinna. Hér á undan sáum við myndband sem er gert af VÁ, sem félagsskapur verndun fjarða á Austfjörðum, gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði og víðar og hvet ykkur til að skoða það myndband ef þið sáu það ekki nógu vel hér í upphafi, að skoða það þá á vefnum. Og Aldinn, félagsskapur reynslu mikilla borgara þessa lands í umhverfismálum, stendur að þessu líka og fjölmörgir aðrir og í raun og veru það svolítið magnað að ég held að það séu eitthvað 50 náttúruverndarsamtök á Íslandi. Og það svolítið athyglisvert að loftslagsmál og náttúruvernd, umhverfismál séu ekki meira rædd í þessari kosningabaráttu en raun ber vitni. Það mjög athyglisvert í ljósi þess að kannanir til dæmis hafa ítrekað sýnt að Íslendingar hafa mikinn áhuga á umhverfismálum og loftslagsmálum og ég sé raunar ekki betur en að kannanir fyrir þessar kosningar sýni líka að áhugin er mjög mikill. Landvernd og öll þessi samtök, við erum ekki hryðjuverkasamtök, við erum ekki öfgahópar, við erum bara áhuga fólk það að náttúran sé tekið með í reikningin í öllu þessu sem við ræðum í stjórnmálunum. Að loftslagið sé tekið með í reikningin, náttúruverndin. Við teljum að ef við tökum ekki náttúruna með í reikningin, ef við göngum á hana, ef við eyðum henni, þá erum við að saga greinina undan okkur sjálfum. Af hverju ekki verið að tala meira loftslags- og umhverfismál í þessari kosningabaráttu? Það ekki vegna þess að það sé búið að leysa þessi mál. Það langt í frá. Það verið að kljást við þetta austur í Azerbaijan í dag. Núna staðreyndin sú að þetta heitasta árið sem mælst hefur, það núna að líða. Við setjum hvert metið á fætur öðru í því. Og þetta hefur alltaf verið svolítið villandi fyrir Íslendinga. Þetta snýst ekki bara hita, þó við köllum þetta hlýnun jarðar. Íslendingar hafa tilhneigingu til að fagna hita. Það snýst vaxandi ójafnvægi. Það snýst röskun á náttúrulegum ferlum náttúrunnar og þetta snýst það að við upplifum vaxandi veðuröfga. Við erum í rauntíma í beinni útsendingu að raska 12.000 ára jafnvægi sem hefur gert okkur kleift að byggja upp eitthvað sem við köllum siðmenningu. Og þetta að gerast fyrir framan nefið á okkur með öfgaatburðum í veðurfari eins og gríðarlegum hitabylgjum, skyndiflóðum, skógareldum og þar fram til götunum og jafnvel fyrirvaralausum stormum á mælikvörðum sem við hefum ekki séð áður.
Við sjáum skýrslur, ég held að mér reiknar svo til að þessu einhverjar 5 rannsóknir bara núna nýverið, alþjóðlega rannsóknir sem leiða að því líkum að Golfstraumurinn gæti horfið út af hlýnun jarðar sem þýðir enn meiri öfga í veðurfari. Þannig að við erum að horfa inn í alveg gríðarlegt ógnarstórt úrlausnarefni, skulum við segja, súrnun hafsins. Og þetta er eitthvað sem ætti að valda okkur öllum, alveg óháð í hvaða flokki við erum gríðarlegum áhyggjum. Þannig að það er markmið þessa fundar að einfaldlega banka upp á hjá stjórnmálaflokkunum og athuga hvort að ykkur sé heima. Hvort að við séum ekki örugglega öll. Við erum bara að athuga hvort að við séum ekki alveg örugglega öll á sömu blaðsíðunni í þessu. Er ekki fullt tilefni til að hafa áhyggjur. Við gerum ekki endilega þá kröfu að þið stormið hérna fram með lausnina og öllu þessu, en að þið séu að hugsa þetta. Og við séum að hugsa þetta saman hvernig við ætlum að bregðast við í mjög víðsjárverðum heimi. Annað sem okkur þætti líka væntum að heyra held í flest er að það sé viðurkennt að náttúruvernd og loftslagsmál eru 2 hliðar á sama peningum. Ísland er gott dæmi um þetta. Stærsta loftslagsslys Íslendinga er eyðing á náttúrulegu lífríki landsins, gróðurfari landsins. Eitt stærsta viðfangsefnið og eitt stærsta skrefið sem Ísland getur stigið í loftslagsmálum er endurreisn þessa sama vistkerfis. Að endurheimta votlendi, endurreisa gróðurfarið í landinu. Líffræðileg fjölbreytni er algjör undirstaða aðgerða í loftslagsmálum. Ísland er eitt skýrasta dæmi um þetta í heiminum. Og það getur aldrei verið góð loftslagsstefna að ráðast til atlögu að náttúrunni og eyða henni. Og þetta viljum við að séu skýr skilaboð frá þessum fundi og væri gaman að heyra hvort við deilum ekki þeirri skoðun með fulltrúum stjórnmálaflokkana. Áður en lengri haldið skulum við fá hérna smá kynningamyndband sem við tókum saman starfsemi og áhersluatriði landverndar, cirka 2 mínútur. Gjörðu svo vel. Kæru gestir, þetta þykir mjög leiðilegt að geta ekki verið með ykkur í dag en ég er á ferðalagi. Ég er loksins á leiðinni heim en ég er búin að sækja 2 ráðstefnur Sameinuðu þjóðanna umhverfismál, annars vegar líffræðilega fjölbreytni og hins vegar loftslagsbreytingar. Það hefur verið rosalega áhugavert að mæta á borð þessar ráðstefnur og ég er búin að hitta alls konar fólk sem vinnur í einkageiranum, sem vinnur hjá hinu opinbera og sem vinnur í félagasamtökum. Og þau eru öll samankomin einu sinni á ári eða 2 ára fresti til þess að reyna að þoka þessum málaflokkum áfram og mér þykir það rosalega fallegt. En það gengur samt eiginlega alltof hægt því að allir þurfa að ná saman samningatextana. Þannig að það er alveg frústrerandi og alls ekki í samhengi við alvarleika málsins og þess vegna er mikilvægt að muna að alveg sama hver ákveði hér síðan, þá er ekkert sem stendur í vegi fyrir því að einstaka ríki eða hópar ríki að taka sig saman og stefni lengra og kannski geri betur heldur en það sem samþykkt er hér á hverju ári. En ráðstefnurnar 2, þessar líffræðilega fjölbreytni og loftslagsbreytingar, ásamt svo þeirri 3. sem núna er í Riyadh í Sádi-Arabíu í desember og fjallar eyðimerkurmyndun eða stöðvaeyðimerkurmyndun. Þær tengjast allar alveg órjúfanlegum böndum. Þetta er eiginlega landgræðsla, líffræðileg fjölbreytni og loftslagsmál. Og öll löndin þau senda inn stefnur og aðgerðaáætlanir hvernig þau ætla að ná þessum markmiðum þessara samninga allra og ef að þeir samningar stangast á, þá er ekki líklegt að við náum árangri í neinum þeirra. En ef að við samþættum þá og látum þá vinna með hver öðrum, þá getum við náð svo langt í þessum málaflokki. Og mér er svo mikilvægt að við höfum það í huga þegar við skoðum þessi mál áfram og stefnum að sjálfbæru samfélagi. Takk fyrir. Já, þetta var sem sagt
Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar með skilaboð af fundinum í Azerbaijan, COP, og svo ætlum við að sjá eftir smá kynningarmyndband sem við höfum tekið saman starfsemi Landverndar. Það stundum sagt að Landvernd og önnur náttúruverndarsamtök séu öfgafull. Ég upplifði þetta allt öðruvísi. Mér finnst að vera öfgar þegar að við framleiðum eitthvað 20 teravattstundir á Íslandi og seljum 85% af því 6-7 stórfyrirtækjum. Án þess að hafa rætt það áður. Mér finnst að vera öfgar að auka orkuframleiðsluna 20% á undanförnum 10 árum með tilheyrandi ágangi á náttúruna og selja það svo eiginlega mest allt til gagnavera. Án þess að spyrja okkur að því. Mér finnst að vera öfgar að ætla sig jafnvel að tvöfalda orkuframleiðsluna með óheyrilegum ágangi á lífríkið og náttúruna og ætla að selja það bara þeim sem kemur fyrstur. Að auðlindastefna Íslendinga sé fyrstur kemur, fyrstur fær. Að það sé einhvers konar jafnvel ókeypis ef sótt, auðlindastefna. Mér finnst það vera öfgar. Mér finnst að vera öfgar að það standi mögulega til að fara með vindorkuver upp á aðra hverja heiði á Vesturlandi og víðar til að framleiða sem nemur tvöfaldri Kárahnjúkavirkjun fyrir eina verksmiðju sem á að framleiða vöru sem ekki einu sinni víst að sé not fyrir. Mér finnst þetta vera öfgar. Mér finnst það líka vera öfgar að ætla sér að fara í vindorkuuppbyggingu án þess að hafa búið til lagaramma í kringum það. Mér finnst það vera öfgafullt að hafa orkustefnu þar sem við ákveðum að forgangsraða orkunni ekki til almennings og orkuskiptiverkefna. Þeirra liggur fyrir að við þurfum orkuskipti í samgöngum og sjó, landi og lofti. Samt forgangsröðum við ekki þannig. Mér finnst það skrítið. Mér finnst það líka skrítið og öfgafullt að þegar það liggur fyrir einhver besta loftslagsaðgerð landsins er að fara í endurheimt votlendis, þá erum við samt að framræsa núna meira land heldur en að við erum að endurheimta á votlendi. Þannig að það er svolítið brenglað hvað við lítum á sem öfga og hvað ekki öfga og nú skulum við sjá kynningarmyndbandið frá Landvernd. Loftslag, umhverfi, náttúra, vistkerfi, votlendi, líffræðileg fjölbreytni. Við erum alltaf að tala náttúruvernd. Það er orðið sem við notum, náttúruvernd. Á Íslandi ríkir ekki orkuskortur, heldur mikil orkuásælni, vaxandi orkugræðgi og á stundum orkusóun og mikil orkuóreiða. Það að 80% allrar raforkuframleiðslu á Íslandi fari í 3 erlend stóriðjufyrirtæki segir allt forgangsröðun og framtíðarstefnu. Er það meitlað í stein? Má kannski ræða það? Og hver á orkuna? Er eignarhaldið mögulega náttúruverndarmál líka? Orkuframleiðsla krefst náttúrufórna og því eru orkumálin eitt stærsta viðfangsefni náttúruverndar. Eitt megin loftslagsmarkmið Sameinuðu þjóðanna er að vernda og endurheimta náttúruleg svæði og líffræðilegan fjölbreytileika þeirra svæða. Það er lífsnauðsynlegt til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og fyrir aðlögun að loftslagsbreytingum. Að friða land. Og sama hve hátt við rópum að orkan sé græn og endurnýjanleg, þá þarf alltaf að fórna náttúru við orkuöflun, brjóta land og breyta náttúru varanlega í iðnaðarsvæði. Græna byltingin er söluvara. Grænþvottahúsin vinna nú yfirvinnu og aflátsbréfin ganga kaupum og sölum. Þess vegna eru orkumálin náttúruverndarmál. Við erum alltaf að tala náttúruvernd. Getur verið að ástæðan fyrir því að þessi mikilvægustu mál allra mála eru ekki efst á dagskrá stjórnmálaflokka í kosningabaráttu, sé að stjórnmálamenn ráði ekki við verkefnið sjálfbær framtíð.
það mögulega of stórt fyrir pólitíkina? Þarf kannski neyðarviðbragð? Þurfum við stjórnstöð náttúru og loftslagsvarna? Við þurfum að minnstakosti sérstakt náttúruverndar og loftslagsráðuneyti sem fyrst, sem óháð peningaöflum og stóriðju og hefur það eitt markmið að standa með náttúru og loftslagi og komandi kynslóðum. Já, veitu, eins. Já. Komandi kynslóðir það snýst það og eftir umræðurnar þá munum ungir umhverfissinnar gefa einkunnagjöf stefnuskrám flokkana í umhverfis- og loftslagsmálum. Verkefni heitir Sólin. Þannig að það gerist hér á eftir. En við skulum bara vinda okkur í umræðina hvað og hverju. Langar bara að segja aðeins í lokin á þessum aðfaraorðum að já, það mjög mikið að og úrlausnarefnin eru stór og mikil, en það líka hægt að gera svo margt. Og þess vegna þetta líka svo áhugaverður og gefandi málaflokkur vegna þess að það hægt að taka ákvarðanir sem ég held að við séum vel sammála eins og til dæmis að forgangsraða orkunni í þágu orkuskipta. Að forgangsraða í þágu matvæla sem hafa minni áhrif á umhverfið heldur en önnur. Og þar fram eftir göttunum, það að gera svo gríðarlega margt og það fer saman betra líf, heilbrigðara líf og umhverfisvænna líf og það að byggja pólitík á þessum forsendum. En þá skulum við vinda okkur í umræðina og ég talandi endurnýtingu. Við uppgötuðum þetta hérna í landvernd og í umhverfisverndarhreyfingunni að við eigum í okkar röðum alveg bara fyrirtaks fjölmiðlafólk sem að gera að nota aftur. Og það bara ekkert að þessu fólki og bara alveg í besta standi, algjör óþarfi að koma með nýja spyrla. Þannig að hér eru Björg Eva Ellinsdóttir og Stefán Jón Hafstein og þau taka núna við stjórn umræðinnar. Takk fyrir mig. Takk fyrir og við erum að endurnýta fleira, þið sjáu þið með græna fána á borðinu hjá ykkur og það eru fánar frá því úr Kárahnjúkabaráttunni í gamla daga og nú getið þið nota þá til þess að svara ákveðnum spurningum. Og við erum náttúrulega, ég ætla líka að segja að það ekki rými fyrir kynningar og loka orð og þess áttar enda þekkja ykkur allir. Og við segjum bara kæra þakkir fyrir að þið komuð, ráðherra, formenn, oddvitar og auðvitað líka þið hinn, en sem eru hér í dag. Og nú æfum við okkur með fánan og tökum eina svona snögga spurningu, já-nei spurningu og þið sem sagt lyftið fánanum með svarið já og annars látið það bara eiga sig en það gott að nota munnin líka fyrir þá sem eru úti í streyminu og segja já-nei eða kannski með. Áttu ykkur á þessu. Og fyrsta spurningin vill þinn flokkur sérstakt ráðuneyti fyrir loftslags- og náttúruvernd í ljósi alvarleika máls? Já. Það slíkt ráðuneyti. Já, líka orkumálaráðuneyti. Án orkumála. Ok? Þú getur það ekki. Næsta spurning, hún ekki hraðaspurning, en þetta var mjög fín æfing, þóttu væri ekki allir sammála spurninguna. Og þá byrjum við á Arnari Þór sem algjörlega nýkominn. Velkomin. Og það má ekki tala lengur en 2 mínútur og Snorri forseti ungra umhverfissinna stendur upp og verður illilegur eftir svona 1,5. Og þá bara að klára. En styður þinn flokkur uppbyggingu vindorkuvera? Viltu setja heildarstefnu vindorkuver ef svo sem takmarkar fjölda svæða og tryggir vindorku í samfélagslegri eigu eins og Landsvirkjunar og Orkuveitunar? Hvað hefur langað tíma? Innan við 2. Innan við 2 mínútur, já. Lýðræðisflokkurinn með mikla fyrirvara þessar áætlanir vindorkuver. Við höfum horft til þess að við viljum vernda landið okkar og við viljum byrja á því að nýta þennan orkuauðlindir sem við höfum svo góða reynslu af sem eru fallvötnin okkar og jarðvarminn og ekki fara út í uppbyggingu á vindorkuverum. Það eru margar ástæður fyrir því en út frá umhverfissjónarmiðum meðal annars þessi við erum á móti hvers kyns utanvegarakstri og ef að það á að fara upp í að
byggja upp svona garða þá þýðir það þarf að tæta upp viðkvæmt land og leggja vegi með tilheyrandi mengun og þar fyrir utan höfum við áhyggjur af plastmengun, örplasti sem fer út í vatnið og svo framvegis og hljóðmengun og svo náttúrulega umræðan öll eftir sko, hvaða áhrif þetta hefur á orkuverðum. Við höfum áhyggjur af því að þetta leiði til hækkans orkuverðs á Íslandi. Þannig að við erum að fremur sko á móti þessu og hérna, hvað viltu að við bætum við meira? Er þetta ekki bara fínt? Já, alveg skýrt vonandi. Glæsilegt og Bergþór næstur. Já, takk fyrir. Ég hef svarað því þannig til fyrir hönd Miðflokksins að á meðan við eigum jafnmarga góða orkukosti í nýtingaflokki rammaáætlunar í jarðvarma og vatnsafli, þá hefur að flýta okkur hægt hvað vindorkuna varðar. Ég greiddi atkvæði með því að þessi tveir kostir sem eru annars vegar í Búrfelli og hins vegar Blöndu á þessum þegar röskuðu svæðum færu inn í nýtingarflokk rammaáætlunar og sé fyrir mér að við getum lært af þeirri reynslu sem Landsvirkjun kemur sér upp af þessum verkefnum, hvort að eitthvað vit sé til lengri tíma, en ég bara ítreka það að við eigum að flýta okkur mjög hægt hvað önnur verkefni varðar. Takk fyrir það og Svandís. Ég ætla að segja mjög hratt út af því sem að Guðmundur Steingrímsson sagði hér í byrjun að við verðum öll mjög hressilega verfið það sem erum í framboði fyrir þessar kosningar, hvernig hagsmunasamtöku eru að freista þess að setja mál á dagskrá sem jafnvel ekki fótur fyrir eins og orkuskortur. Og við erum að lenda í hverju pallborðinu á fætur öðru þar sem að þær forsendur eru lagðar til grundvallar og það við ofureflega etja í þessum peningum og í þessum hagsmunum og það alveg gríðarlega mikilvægt að rödd náttúruverndarsinna berist í gegnum þennan flaum af því að við sem stöndum fyrir náttúruvernd við lendum alltaf í því að taka við þessum óhróðri og þessari neikvæðu áhróðri. En mér langar að segja að við viljum marka skýra stefnu nýtingu á vindorku á landi og hafi og við viljum líka að þessi starfsemi eigi heima á fáum svæðum og röskuðum svæðum þegar og í þágu innlendra orkuskipta til að uppfylla almenna orkuþörf landsmanna. Takk fyrir og Halla. Já, gaman að vera með ykkur. Ég skrifaði grein sem að birtist í morgun sem heitir Teppaleggjum ekki íslenska náttúru með vindorku. Og þá ég að vísa til þess að við viljum taka skref tilbaka. Við erum með 20 verkefna núna sem eru í vinnslu og reglverkið hefur algjörlega skort á þessu sviði. Það sem skiptir máli að við erum með nýjan orkugjafa sem hægt að nýta en við þurfum að gera það alveg ótrúlega vel. Og mér finnst umræðan það að við séum að breyta eignarhaldi orkun innviðum ekki hafa farið fram. Mér finnst að þurfa að setja skýra leikreglur ábata af slíkum verkefnum af því að ef þau eru ekki eigu hins opinbera þá þurfum við að tryggja það að ávinningurinn af þeim skili sér til samfélagsins. Það líka mikilvægt að við erum að tala það að nýting á orkunni að það sé talað af heiðarleikum það hvort að hún eigi að fara í orkuskipti eða vera boðin upp á markaði. Því að ef hún boðin upp á markaði, þá geta orkuskiptaverkefnin til að byrja með að rafelsneyti og annað að þróast ekki keppt við. Já, heyrðu, lesa greinina, góð og loka orð. Takk. Og Þórunn næst. Spurningin vind. Já. Þú manst hana? Ég held í munana. Uppbyggingu vindorkuver og stefnumörkun. Samfélagslega eigu. Við viljum að vindorkan sé innan rammans eins og aðrir orkukostir. Ég tek undir það sem hér hefur verið sagt að varlega skuli fara. Í huga okkar í Samfylkingunni mjög mikilvægt að hún sé í opinberri eigu. Það kaus engin auðmenn og fjárfesta sem að fjárfesta í orkukostum og leggja þá til. Og það reynir núna mjög á sveitarfélagastigið sem hefur skipulagsvaldið hvar þessir orkukostir fara og lenda. Og það sem skiptir kannski mestu í því að ríki og sveitarfélög reynir nú einu sinni að eiga heiðarlegt samtal það hvernig við skipuleggjum þetta saman og hvort að við viljum byggja upp vindorkuver með þeim hætti sem að sumir vilja en að sjálfsögðu ekki búið að ákveða. Það vantar auðlindastefnu yfir allar auðlindir á Íslandi þar sem við tökum sanngjörn auðlindagjöld af nýtingu sameiginlegra auðlinda okkar og við verðum einhvern veginn að komast út úr þessari umræðu að það þurfi bara að virkja meira.
meðan við höfum ekki lagaramma forgangsröðun, á meðan við höfum ekki eigendastefnu sem segir opinberum fyrirtækjum hvernig sé best að gera þetta, þá getum við ekki talað orkuskipti af neinu viti. Við verðum að forgangsraða lögum samkvæmt. Takk fyrir og það komið að Guðlaugi Þór, ráðherra. Þú mann spurninguna. Já, ég held það. Sko, ég veit eiginlega hvar maður á að byrja. Það nú, Landsvirkjun nú til dæmis með forgang þegar kemur að því hvernig að nýta orkuna sem nú með 72% af raforku framleiðslunni. Við á Íslandi munum nota orku, það liggur fyrir. Spurningin munum við nota olíu eða grænorku. Vegna þess við höfum framleitt svo lítið orku, þá höfum við verið að nota jarðefnaeldsneyti til að hita upp hús. Við stærum okkur af því og menn horfa til okkar að við stöndum fremst með jafningja þegar kemur á loftslagsmálum vegna þess að við erum búin að fara í orkuskipti 1 og 2. Og ég verð að viðurkenna því ég hlusta á þessa umræðu hérna, ég veit bara ekki hvar ég er. Ég er ekki á Íslandi. Svo mikið víst og ef menn ætla ekki að horfast í augu við staðreyndir, nú þá komumst við ekki dáleiðis í þessa umræðu. En það lög vindorku, það heitir lög kalla vanlega rammalöggjöfin og síðan liggja fyrir þinginu, þetta ríkisstjórnin samþykkti það, ákveðna flýtileiðir sem kallað eftir, þar sem sveitarfélögin fá endald ákvörðunarvald það, hvort að þeir vilji hafa svona kost, en aðalatriði má sem þetta. Það vantar græn orku, það ekki markmið vindorkan, og síðan það okkar leið að þurfum að finna út úr því en það fleiri en 1 og fleiri en 2 og sem flestir sem þurfa að koma þeirri ákvörðun. Það ekki hægt að taka ákvörðun það fyrir alla þjóðina alltaf. Takk fyrir og Þórhildur Sunna. Já, takk fyrir. Við Píratar höfum verið óþreytandi í að svara áróðri orkusögana á þessu landi að hér ríki einhver stórkostlegur orkuskortur. Og við höfum verið mjög dugleg við að benda á að þetta byggir allt á framtíðarsýn núverandi stjórnvalda sem gera ráð fyrir óbreyttri stóriðju, sem að gera ekki ráð fyrir því að orkan sem að þau ætla að búa til viðbótar fari í umhverfisvæna orkukosti, þar að segja í orkuskiptin eða til almennings. Það ekki ennþá búið að tryggja forgangsrétt almennings. Varðandi vindorkuna, að þá viljum við eins og við höfum í öllu okkar starfi og við höfum svo sannarlega sett náttúruvernd og umhverfismál á dagskrá í þessari kosningabaráttu, höfum við varúðarregluna og mengunarbótaregluna að leiðarljósi og við lítum svo á að það þurfa að koma mjög skýr lagarammi áður en við förum að einu sinni íhuga vindorkuna sem að leitar jafnvægis á milli hagsmuna náttúrunnar og almennings og svo þörf stóriðinnar fyrir frekari orkuöflun. Við höfnum áframhaldandi stóriðjustefnu, við tölum fyrir því að snúa af þeirri braut, minnka við okkur í þessari gigantísku orkunotkun. Við erum með mestu raforkuframleiðslu per haus í öllum heiminum. Við þurfum ekki meiri orku, við þurfum að nýta orkun okkar betur, við þurfum að styrkja orkuinnviðin okkar, við þurfum að einangra húsin okkar betur og nota orkun okkar í betra hluti heldur en stóriðju. Takk fyrir og það komið að Aðalsteini Leifssyni frá Viðreisn. Já, takk hérlega. Það mjög mikilvægt að endurnýta eins og með Stefán Jón Hafstein, en svo líka mikilvægt að fullnýta. Þannig fannst mér gaman að fá að syngja fyrir ykkur hérna á undan og ná fullri nýtingu á þessu fundi og tryggja líka þeirri klappa fyrir mér allavega einu sinni. Sko, ég lít svo á að mikilvægasta verkefni stjórnmálana að tryggja okkur sjálfbæra framtíð. Við viljum ná fram fullum orkuskiptum árið 2040 og vera laus við allt jarðefnaeldsneyti. Og til þess að þá þurfum við nýja sýn í orkumálum og ekki bara á framleiðslu að endurnýtanlegri orku, heldur líka hvernig við notum hana. Vegna þess að við bætum bara við orku en notum hana síðan í mengandi framleiðslu, þá erum við ekkert betur stödd. Orkuöflunin okkar mati samfélagslegt verkefni og ávinningurinn þarf þar að renna til samfélagsins. Þannig að við erum opin fyrir því fyrir vindorkuverum ef að það mjög skýr rammi og sá rammi verkefni stjórnmálanna og hann felur í sér staðsetningu út frá náttúruvernd, út frá viðkvæmum svæðum, bæði í raforku og ekki síður viðkvæmum svæðum til að vernda dýralíf og fuglalíf og tengsl við flutningskerfið og það felur líka í sér að ávinningurinn á að vera hjá þjóðinni. Takk fyrir
og þá það Karl Héðinn frá Sósíalistum. Já, við Sósíalistaflokknum höfnum alfarið uppbyggingu sem á forsendum fárra sérhagsmuna aðila. Það það sem að gerast með þessi vindorkuver. Við erum ekki gegn vindorkunni endilega í sjálfri sér, en hún núna á forsendum enga aðila, við höfnum því alfarið. Það bara má ekki fara í þá átt, þetta grænn kapítalismi. Við erum nokkuð meðvituð það hjá sósíalistum hvernig það að virka, og það verður að streitast gegn því, af því þar voðinn vís. Ef við förum lengra niður en græn kapitalisma veg, endalausan vöxt út í óendanlega fyrir enga aðila, það það sem þetta snýst allt um. Og mér finnst líka merkilegt að fólk alltaf að segja að við Ísland séum svo ótrúlega framarlega, við erum kannski með hreina orku, en það nú aðalega út af náttúrugjafanum sem við höfum hérna. En neyslustigið okkar upp úr öllu valdi. Auðvitað erum við með mengandi þjóðum í heimi, við erum að horfast í augu við það líka. Orkuskiptin bara einn partur af þessu, græn orka einn partur af þessu, við þurfum líka að horfa til þessa neyslu samfélags sem við lifum við. Þannig að nei, ekki enga vindorku á forsendum sérhagsmuna. Takk fyrir Karl Héðinn, og þá það Björn Þorláksson frá Flokki fólksins. Gjörðu svo vel. Já, mig langar að byrja á að þakka fyrir sönginn. Jón Leifs sagði að tónlistin væri sjálfur Guð almáttugur, og þetta var einstök innsetning inn í gríðarlega stórt mál. Sjálfum hefur mér fundist sem ég finni Guð almáttugan í íslenskri náttúru, og ætlum við að koma þar vindmyllum fyrir út allt? Nei, það megum við ekki gera. Það þarf að byrja á því að setja stefnu, og svo ef við að fara að ræða orkumannvirkin sjálf. Það deilt það hve óafturkræfar þessar framkvæmdir séu. Mér finnst tiltölulega auðvelt að ræða vindorkugarða á Íslandi miðað við margar aðrar þjóðir. Hér erum við svo heppin að við búum við einstaka náttúru. Við erum sem sagt fyrir kapitalistana, og fyrir þá sem hugsa bara markaðsbúskap, þá ætti að vera auðvelt fyrir þá að átta sig á því að við þurfum ekki vindmyllur vegna þess að það skaðar ferðaþjónustuna. Við erum að taka við erum að selja frá okkur mikilvægt útsæði með því að gera það, en ég líka sammála Karli hér með að markaðslausnir einar og sér, það duga ekki hvað varðar sjálfbæra þróun og hvernig við horfum á þetta. Vindmyllur í hafi væru bestar, en það sem verður að fara rólega. Takk fyrir Björn. Og rétt til að segja ykkur það að fyrir þennan fund safnaðist ógreinna spurningum sem voru sendar inn til okkar endurnýttu spyrlana, og við komum ekki undir nokkrum kringumstæðum öllum á framfæri nema í skriflegu formi til allra frambúðana eftir þennan fund, þannig að þau viti hvað ykkur liggur á hjarta. En við komum svona helstu atriðunum hér að í dag, og nú þarf ég að setja með örstuð í spor þeirra sem hér sitja. Ég var einu sinni frambjóðandi, það var endurnýttur á mjög margan hátt, og það mjög leiðilegt að fá svona hraða spurningar þar sem maður bara svara já eða nei. Þannig að þau kingu öll kolli og maður brennur inni með svo heita tilfinningar. Við viljum samt að hafa nokkra hraða spurningar, en við viðurkennum rétt ykkar strax til að leggja hönd á brjóst og segja ég tek ekki þátt í þessari dellu. En já og nei spurningarnir eru svona: ef þið segja já, þá reisið þið fánan græna, endurnýttu frá Kárahnjúkum. Ef þið segir nei, þá gerir þið ekki neitt, en þið talið öll í mikrofónum hvert fyrir sig og segir til að fólki úti á óravítum internetsins fá að vita hvað ykkur finnst. En þetta er svona leikrætna að fá sjá fjálana upp. Já, auðvitað til að gera þetta virkilega flott. Já. Þannig að nú byrjum við á fyrstu spurningu, hún er rosalega einföld og það bara er ekkert mál að svara henni já eða nei. Viltu stöðva hvalveiðar? Já. Nei. Það er bara hægt að Hallarhund, ég sá ekki hvað þú gerir. Þetta er eina af þessum spurningum sem er ekki já eða nei. Ok, þannig að ég vil bara þannig að Bergþór og frammi. Arnór sögðu nei og Guðlaug sagði nei, hinn sögðu já. Og Hallarhund veit ekki alveg kannski. Ég ætla að ræða ykkur öll fram eftir fundin. Hún er að læra að vera framsóknarmaður og þannig að það er bara mjög eðlilegt. En þá erum við komin að svona ítarspurningu sem er svona, að því að við vorum hér nokkur, minnsta kosti, á sjókvíaeldisfundi í vikunni,
og spurningin bara einföld. Getur þú stutt tillögum, og við byrjum á flokki fólksins, getur þú stutt tillögum að engin frekari útþensla verði á sjókvíaeldi næstu 5 ár meðan Alþingi setur skýran lagaramma greinin út frá bestu þekktu aðferðum við lagareldi í heiminum? Ekki fleiri kvíar, ekki fleiri svæði, ekki meira eldismagn. Nei, þetta efnisspurning. Þetta efnisspurning. 2 mínútur á mann. Björn, þú byrjar. Ég verð að viðurkenna að ég horfði á einn af þessum RÚV-þáttum þar sem frambjóðendur held í Norðvesturkjördæmi þar sem mestir hagsmunirnir eru undir, tóku þátt núna í vikunni og það var eins og að allir frambjóðendurnir bara styttu allt sem að hefur gerst þarna fyrir vestan og þetta væri bara allt saman alveg frábært. Ekki allir. Já, nánast. Já, ekki minn. Og ekki þinn, ok, það var eitt sem að ekki gerði það, en mér fannst þetta að engu leyti endurspegla hug íslensku þjóðarinnar. Ég held að við séum öll vægast sagt mjög hugsi gagnvart þessum sóðaskap. Við erum ekki bara hugsi gagnvart sóðaskapnum sem þarna á sér stað heldur, við erum líka hugsi gagnvart aumingjaskap íslenskra eftirlitsstofnana og ríkisstofnana. Ég verð bara að segja það upphátt. Ég verð að taka þar með undir orð Katrínar Oddsdóttur sem að hélt mikla eldræðu og drápu þetta í vor. Og þetta ef það eitthvað sem að mínir vinir ræða við mig oft, þá það sóðaskapurinn í tengslu við þetta, ef það svarar einhverju. Þannig að þú segir ekki af hvort þú vilt stöðva í 5 ár, en sósíalistar, hvað viljið þið? Við þurfum klárlega að skoða hvernig framhaldið verður, þetta gengur ekki svona, það svo mikið víst, en svo aftur á móti að þá verður líka að tala við fólki í nær samfélaginu, þú veist, fólk í Norðvesturkjördæmi til dæmis virðist vera mun hlindari þessu en fólk á Seyðisfirði og það verður að miða svolítið við hvað fólki þar finnst, en svo langar mig að benda á það bara hvað þetta sórgleg staðreynd að fólk skuli vera að kalla eftir þessu af því að það hefur ekki önnur tækifæri. Því líður eins og það verði bara að gefa þetta eftir. Það verður að gefa eftir firðina til norskra auðmanna af því að það engin önnur atvinnutækifæri og ég held að við þurfum þá að skoða í stærra samhenginu þá þarf að fara að gera eitthvað í einokun stórútgerðarna á fiskinum í sjónum, hleypa upp á opnar frjálsar handfæraveðar sem eru krókaveðar, sem eru mun vistvænni en þessar togarar, þannig að já, það þarf að endurskoða þetta, það þarf að stoppa frekari uppbyggingu að mínu mati en svo verður að ráðfæra við fólki á viðeigandi svæði. Fínt, svo ég árætti spurningin ekki að rífa neina kvíar upp eða loka rekstri sem í gangi, heldur bara stöðva frekari þenslu. Aðalsteinn. Já, mér finnst þetta frábær tillaga sem hún komst með og svara henni játandi. Við ræddum það í Viðreisn áður en að fara að staða með þessa hröðu uppbyggingu á sjókvíaeldi að það fyrst að setja skýran lagaramma utan þennan atvinnurekstur og við hvöttum einnig til þess að lagarammin yrði endurskoðaður á yfirstandandi þingi og já, við eigum að sjálfsögðu ekki gefa út nein ný leyfi fyrir við höfum náð tökum á stöðunni til þess að lenda ekki í sömu vandræðum eins og Norðmenn, eins og Skotar, eins og Síle, eins og Færeyingar voru í lengi. Og vonandi tekur það okkur minna en 5 ár, Stefán Jón, en ef það tekur svo langa tíma, þá tökur þann tíma sem þarf. Ég að reyna að vera hófsamur og gaf 5 ár. Þórhildur Sunna. Já, takk fyrir. Mér finnst ánægilegt að heyra frá fulltrúa Viðreisnar að þau vilja draga í land gagnvart sjókvíaeldinu. Við Píratar höfum lagt fram þingsályktun sem gekk einmitt út á þetta og þar höfum við engan stuðning í þinginu þrátt fyrir yfirgnæfandi stuðning þjóðarinnar gegn sjókvíaeldi. Og það var einmitt einungis fulltrúi okkar Pírata sem að talaði fyrir því að hætta sjókvíaeldi í opnum kvíum og nánast eins og hún væri að mæta með eitthvað brandara þarna inn á þennan kjördæmaþátt. Það var eiginlega ótrúlegt að horfa upp á þetta. Píratar hafa talað fyrir því að stöðva sjókvíaeldi í opnum kvíum. Við augljóslega gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki lokað á starfsleyfi sem búið að gefa út. En það hins vegar hægt að styrkja regluverkið til mikilla muna og það til mikillar skammar hvernig fráfarandi ríkisstjórn hefur leyft þessari starfsemi að spretta upp eins og villta vestur án nokkura hamla á slysasleppingar og erfðablöndur villtalagsins. Þetta út úr korti og það grátlegt að við höfum ekki meiri stuðningin í þinginu heldur en við höfum haft. Við erum eini flokkurinn á þingi sem hefur talað fyrir því að stoppa þetta strax. En nú að koma nýtt þing og það alveg hugsanlegt að Guðlaugur Þór verði þar. En það mikilvægt að skoða verkin eins og þau voru. Hann satt undir skæðadrífu á fundi með laxavinum, en nú hugmyndin þessi, segjum bara stoppa frekar útþenslu meðan við tökum til. Það liggur alveg fyrir að það verkefni nýs þings að skapa skýrari lagaramma sjókvíaeldi. Það liggur alveg fyrir.
og sömulegis verða menn alltaf bara horfast í augu við hvað hefur skeð, hvað hefur farið úrskeiðis og það raunhæft að setja okkur þau markmið að við ætlum að vera best í heimi þegar að þessu kemur. Hins vegar var hér fulltrúi sósíalista eðlilega, hann var að vísa til þess og ég held Björn líka og það auðvitað bara þannig, það býr fólk á Vestfjörðum og þeir sem hafa farið þarna undanfarin áratugi hafa séð hvað breytingar hafa orðið út af þessari atvinnuuppbyggingu. Þannig að mér finnst það ekki að tala það niður að menn vilji horfa til þess. Þetta nú bara fólk sem hefur afkomin sín af þessu. En það hafa orðið mistök. Það ekki gott að við séum ekki með skýrari lagaramma og það ekki boðlegt að hafa eftirlit sem að virkar ekki. Þannig að ég vonast nú til þess að það verði góð samstæðum það að bæta úr þessu sem allra fyrst og mér finnst 5 ár allt og langur tími. Fínt að heyra. Þá klárum við þetta bara næsta ári. Þórunn? Já, við stöndum uppi með það að sjókvíaeldið hefur fengið að vaksa með íslensku leiðinni innan lagaramma sem var óskýr og allt of sveigjanlegur. Reglum ekki fylgt eftir, engin viðurlög, umhverfis viðmið bara virtað vettugi. Hvað ber okkur að gera? Okkur ber að setja lög þessa atvinnugrein og lagareldi sem eru ströng, byggjast auðvitað á varúðarreglu og mengunarbótareglu. Við berum ábyrgð á Norður Atlantshafs villta laxastofninum og okkur ber að vernda hann og það hlýtur að vera útgangsatriði við slíka lagasetningu. Ég þeirra skoðunar að það þurfa að styrkja eftirlit opinberra stofnana, það sé ekkert sem heitir aumingjaskapur í því efni, heldur vanræksla hins opinbera við að styrkja opinbert eftirlit sem að bæði varðar dýravelferð, neytendur og annað slíkt og við eigum ef að það ekki hægt, ég meina þessi lög þarf að setja á næsta ári, ef það ekki hægt að fara eftir þeim, ef það ekki hægt að uppfylla ítrustu kröfur, þá sjálf hægt með opið sjókvíaeldi. Í opnum kvíum fyrirgefðu. Framsóknarflokkurinn myndi hann segja stopp þangað til við erum búin að ná utan um þetta? Herru, ég verða að byrja á að grípa inn í fyrir spurningu varðandi hvalveiðarnar og segja, sko flokkurinn hefur verið fylgjandi hvalveiðum. Ég hef ákveðnar sjálf, nú ég á minni 3. viku í pólitík og ég hef ákveðnar efasemdir margt sem að tengist dýravelferð og loftslagsmálum og öðru og ég held við getum gert betur og ég verða að segja með flokkur svo Framsókn sem svo nátengdur auðlindunum okkar og byggðarlögum að þar eru stærstu tækifærin fyrir ykkur til að hafa áhrif til góðs því að við erum ekki að gera nógu vel sem flokkur núna í umhverfismálunum og við erum eins og tengd öllum geirum sem að varða auðlindarnar okkar saman hvort það landbúnaður eða geirar eins og sjókvíaeldi sem að utan höfuðborgarsvæðisins. Þannig að komiði með okkur í það vegferð að gera betur. Varðandi sjókvíaeldið, það alveg ljóst að það þarf að besta það. Ég alveg upp í laxveiði, afi minn var gæt og amma ólst upp á jörð þar sem við vorum alltaf að veiða og ég veit bara síðasta árið þá veiti ég hnúðlax í Gljúfurá og ég hugsaði verður það þannig að við munum vakna upp við það að við verðum ekki að veiða villtan lax á Íslandi og það var tómleikatilfinning svona eins og þegar maður horfir á söguna geirfugli mun það verða sagan sem við ætlum að segja og ég segi nei, þetta mikilvægur geiri fyrir mörg byggðarlög en við þurfum að besta hann og við þurfum að besta hann með lagasetningu, við þurfum að besta hann með eftirliti og við þurfum að skapa hvata þannig við förum hraðar yfir í lausnir eins og lokukeir í sjó. Þannig leysum við þetta. Takk. Takk fyrir það og þá það Vinstri græn og síðan það Miðflokkurinn og svo það Lýðræðisflokkurinn. Já, takk fyrir það. Efnislega styð ég svona tillögu og legg áherslu á skýran lagaramma. Hann þarf að koma sem fyrst og alveg örugglega áður en að 5 árum liðnum. Ég held við höfum allar forsendur til þess, greiningar liggja fyrir að mjög mörgu leyti. Lagaraminn á að fela í sér útfösun á núverandi ástandi þannig að fiskeldi í opnum kvíum með frjóum fiski heyrir sögunni til. Það algjört grundvallaratriði að það þarf að trappa þetta ástand út úr veruleikanum. Það nauðsynlegt út frá hagsmunum villtalagsins, það nauðsynlegt út frá dýravelferð og nauðsynlegt út frá náttúruvernd og ég tel og við Vinstri græn að hluti af slíkri löggjöf fæli í sér varanlega vernd Jökulfjarðanna, Seyðisfjarðar,
Eyjafjarðar og Öxarfjarðar. Slíkt þarf að binda í lög. Takk fyrir það og meðflokkurinn. Já, takk fyrir. Sem gæti laxveiði í 20 ár þá legg ég gríðarlega mikil áherslu á það að villti íslenski laxastofninn fái þá vernd sem þörf á til að hann geti dafnað og lifa hér í íslenskum mám til framtíðar. En við verðum að finna einhvern jafnvægi í þessu. Ég held að sé engin flokkur nema mögulega Píratar að tala með beinum hætti gegn því, fyrir því að leggja af sjókvíaeldi. Já, ég held að það liggi bara skýrt fyrir. Þannig að þetta verkefni gengur út á það að finna svona fyrirkomulag regluverksins þannig að bæði þeir sem stunda atvinnureksturinn, sem sagt eldið, hafi hvata til þess að gera sitt allra besta með bestu mögulegu tæknilausnum og síðan að við í rauninni bara höldum áfram þessari braut sem mörkuð hefur verið, varðandi það að ganga í raun lengra heldur en kannski tæknilega fór út í en burðarþolið og áhættumatið, við höfum auðvitað að halda okkur innan áhættumatsins. Og það er augljóst, en varðandi tímaramann, þá hefði ég viljað að þessi reglurammi yrði settur á þessu ári, á þinginu sem að röklast núna frá. En þú getur tekið undir það stöð að þanga til búið að setja reglurammi. 5 ára tími er allt of langur í því samhengi. Við þurfum bara að ná utan regluverki strax á fyrsta þingi næsta kjörtímabils. Flott. Já, kæru fundargestir, svona sem gesti í íslenskum stjórnmálum sem ég þá er raunalegt að heyra íslenska ráðamenn lýsa í rauninni mistökum sem þeir hafa gert og ég er farin að kalla þá óráðamenn vegna þess að þeir eru að viðurkenna það, leyfisveitingar, gjaldtaka, eftirlit og í rauninni regluverki sem að þessum sjókvíaeldi snýr, það hafi verið búið til á þeirra vakt og það hefur verið mistök og staðreyndin er svo að Alþingi Íslendinga gerði mistök þegar þetta var gert og leit til dæmis ekki til augljósra fordæma sem við höfum frá Noregi, samt höfum við áratuga reynslu af farsælu lagasamstarfi við Noreg og önnur skandinavísk ríki. Þannig að við erum með óvita við stjórnvölinn og ég segi það hér eins og ég sagt við annars staðar, fólk sem býr til vandan er ekki best til þess fallið að leysa vandamálin, þess vegna þurfum við nýtt fólk, þess vegna erum við að bjóða fram í lýðræðisflokknum. Síðan blasir það auðvitað við líka og ég vil vekja athygli ykkar, ég veit að ykkur finnst þetta áhugavert, að það var auglýsing bara núna nýverið, það var í október, auglýsing sem fór lítið fyrir í stjórnartíðindum, þar sem verið er að undanþiggja fyrirtæki í opinberri eigu upplýsingaskyldu og Landsvirkjun er sérstaklega tilgreind þarna, þetta þá við vindmyllurnar, það er margt skuggamakkið sem að vafalaust til viðgengst líka í sjókvíaeldinu og þarna þurfum við að vera á vaktinu og hafa fagmenn við stjórnvöldin ekki fúskara eins og við höfum verið með. Við erum með perl í höndunum sem er Ísland og við höfum að verja íslenska náttúru, þetta fólk er ekki að gera það. Og varandi sjókvíaeldu og þessi 5 ár, að þá tel ég auðvitað við þurfum engin 5 ár til að fara yfir þetta. Það er að bara gera þetta, setja skýra og klára, skýrt og klárt regluverk þetta, þannig að enginn beri skaða á allra síst íslenskt efnahagslíf eða íslensk náttúra. Takk fyrir, en þið eru mjög góð í tímastjórnun, svo góð að það gæti vel komið til þess að þið fengið örlítið loka orð ef þið haldið áfram að vera svona flink. En það er rými fyrir eina hraðaspurningu þessu tengda, miða við að allir eru á því að þetta sé ekki í lagi sjókvíaeldið eins og það er, þarf þá að stöðva ferlið á leyfisveitingum í Seyðisfirði þangað til að þetta komið í lag. Hver segir já við því? Já, ég held það. Mér fannst reyndar, ég vil bæta við að sérstök spurningin að friða Seyðisfjörð á háskólabjósfundunum, ég skildi það ekki alveg, en ég já við þessu. Takk, þetta er komið. Takk fyrir það. Og þá förum við... Þá förum við yfir í loftslagið, spurningin er ekkert svo flókin en svarið er það örugglega. Og þetta er ekki hraðaspurning en ég spyr hversu mikið vill þinn flokkur draga úr losun gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030 og hvernig? Og það er það flókna. Arnar Þór fyrstur. Já, takk fyrir. Ég hef sagt það, sagði það á fundi Samorku. Ég vil benda ykkur kæru fundargestir á að horfa nú með athygli á fundin sem haldinn var hjá Samorku núna í síðustu viku. Ég er hún svo rugglaður, ég veit ekki, já, bara núna fyrir 3 dögum. Það er eins og það séu, þessi flokkar séu að tala með 2 tungum.
Sjáiði hvernig þau tala til þessum vindorku þar og vindorku hér. Varðandi loftslagsmálin, þá vil ég auðvitað bara að við vinnum út frá staðreyndum og staðreynd sem kom fram á Samorkufundinum að ekkert ríki í heiminum hefur treyst sér til að skilgreina hvað kolefnis hlutleysi. Þannig að grunnforsendan í þessu öllu eru brenglaðar. Við Íslendingar erum 20 árum á undan öllum öðrum þjóðum þegar kemur á orkuskiptum. Við skuldum öðrum þjóðum ekki krónu, við hefum ekki að borga krónu í þetta og ég sagði á fundinu hjá Samorku 41 milljarður bandaríkjadóllar týndur hjá Alþjóðabankanum. Þetta hafa íslenski fjölmiðlar ekki sagt okkur, en þetta staðreynd og við getum séð þetta á Oxfam. Við ætlum bara við þurfum að byrja á því að finna hvert hið raunverulega takmark meðan að enginn getur svarað því. Þá erum við á hliðarlínunni og viljum þá bara samhliða. Svarið þess nei. Nei, bara nei. Bergþór? Ég held að spurningin kannski hverfist meira það hvað annars vegar tæknin sem að mörguleiti kemur að utan býður okkur upp á, hvað varðar siglingar og flug til dæmis og við þeim lausnum erum við dálítið í þeirri stöðu að taka við þeim þegar þeir eru tilbúnar. Við erum í sjálfu sér ekki að þróa þær. Í hina röndina þá held ég að minnkuð losun gróðurhúsalofttegunda verði að miklu leyti til með því að við framleiðum meira umhverfisvænt rafmagn hér heima og skiptum þannig út orkugjöfum eins og í þessum samgöngum á landi hvað fólksbílaflotan sérstaklega varðar. Og þar, ég nú auðvitað ósammála því að við eigum að horfa til þess að draga úr atvinnustarfsemi til að mynda hjá þessum fyrirtækjum sem eru í því sem kallaði stóriðjurekstur. Við þurfum bara lausnin sú alltaf og efnahagslegum forsendum og þjóðaröryggislegum forsendum líka að við framleiðum meiri orku á græna orku og þannig mjögumst við áfram í þessa átt. Ég vil ekki nefna einhver tiltekið ártal, það bara svo margt sem við höfum ekki stjórn á í þeim efnum sem að kemur til. Takk. Svandís? Já, í fyrsta lagi vil ég segja að ég talaði nákvæmlega eins hjá samtökum atvinnulífsins og iðnaðar eins og hvað þetta allt saman heitir eins og ég tala hér. Það var aðeins öðruvísi andrúmsloft, en það sem sagt var nákvæmlega það sama. 55% talan í samdrætti losun sem nefndir í stefnu VG sem var samþykkt á landsfundi. Hvernig eigum við að ná því? Það sem við eigum að gera númer 1 að treysta ungu fólki. Vinna með ungum loftslagsleiðtogum eins og við erum að gera í VG með því að stilla upp í fyrsta sæti Reykjavíkurkjördæmi norður baráttumanni kornungum fyrir loftslags aðgerðum og við gerum það vegna þess að það ungt fólk sem mun leiða þessa baráttu. Það okkar að fylgja þeim eftir. Við þurfum að koma raunverulegum náttúruverndarsinna í umhverfisráðuneytið. Það skiptir mjög miklu máli að við séum ekki með pólitíkusa þar sem eru að vinna í aðrar áttir. Við þurfum að vera með áætlun sem tímasett og fjármögnuð, við þurfum að draga úr losun frá landnotkun, við þurfum að vera með efnahagslega hvata með nýju stuðningskerfi í landbúnaði, við þurfum orkuskipti í samgöngum, þungaflutningum, sjávarútvegi. Þú ert ekkert ógnandi, Björg, þú lappir svona til mig. Ég að reyna það. Og við þurfum að stórauka almenningssamgöngur en kjarni málsins það að náttúruvernd nátengd loftslagsvernd. Þannig að við þurfum að tvinna þetta allt saman, líffræðilega fjölbreytni og loftslagsverndina. Takk og Halla, gjör svo vel. Já, ég þekki þessi mál auðvitað úr mínu starfi sem orkumálastjóri. Við viljum halda áfram þegar kemur að rafbílavæðingu. Þar skipta bílaleigurnar sem kaupa svo mikið af bílum inn í landið gríðarlega miklu máli því að þær selja síðan bílana aftur inn á marka fyrir almenning. Við viljum líka skapa hvata sérstaklega fyrir orkuskiptin. Þannig að við séum að sjá að við getum verið að taka stærri skref þegar kemur að framleiðslu rafeldsneytis til dæmis. Og ég vil segja að við erum, held ég, að mestu leyti sammála stóru myndina. Ég held við vorum að tala sjókvíaeldi. Við viljum styðja við geira eins og landeldi. Það kallar á raforku og það líka verðmætasköpun. Stundum finnst mér umræðan fara einhvern veginn út allt. Auðvitað þarf orku fyrir orkuskipti en líka fyrir aðra geira sem við viljum styðja, sem til dæmis landeldi, sem til dæmis garðyrkjubændur. Það líka hluti af okkar loftslagsvegferð að passa upp á
slíkan stuðning svo við séum ekki að flytja inn grænmeti sem við getum verið að framleiða hérna heima. Þannig að dýptin í umræðinu það líka að vera góð og mikil. Síðan viljum við efla áherslu á nýsköpun svo við séum að stuðla frekar í tækni á þessu vettvangi og við viljum hjálpa til við að innleiða hana hérna heima en líka að við höldum áfram að flytja út okkar þekkingu eins og við erum að gera í jarðhitanum. Ég ógnandi, sérðu mig? Herðu, ég bara, vertu velkomin. Þórunn. Við þurfum aðgerðaáætlun sem tímasett, tölusett og helst lögfest. Við þurfum að hrinda þessum aðgerðum í framkvæmd. Ég sé það fyrir mér að við setjum allt hagkerfið á það sem heitir kannski á ensku svona war economy footing, það kannski ekki góður samanburður, en þetta það sem við þurfum að gera. Allar opinbera fjárfestingar, allar ákvarðanir sem við tökum þurfa að miða að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda, að sjálfsögðu förum við í orkuskipti á landi, sjó og svo í lofti þegar það hægt. Það þarf að líta sérstaklega til landnotkunar og landnýtingar, sérstaklega til fjárhagslegra hvata og nýsköpunar. Iðnaðarferlana, þau eru þetta innan ETS en þau skipta líka máli. Við sögðum í stefnu, við náðum því miður ekki uppfæra hana af því að landsfundinum varð frestað vegna kosningana, að við þyrftum að miða við 60% samdrátt 2030. Tíminn að hlaupa frá okkur en ég held að við getum það með því að setja allt afl í samdráttin. Takk fyrir og Guðlaugur Þór. Já, þetta snýr að langstærstum hluta það eins og loftslagsmálin almennt það að þú ert að taka út jarðefnaeldsneyti og setja grænorku í staðinn. Og þrátt fyrir að okkur hafi fjölgað 100.000, við farið 300.000 ferðamönnum í 2,3 milljónir 2005, þá skulum við aðeins huga því að við erum búin að spara sem nemur 40 milljónum olíulítra á ári út af þeim aðgerðum sem við farið í og því ber að fagna. Auðvitað voru við búin að taka miklu stærri skref áður sem að aðrir horfa til. Það aðgerða áætlun sem unni með þeim sem þurfa að koma sér framkvæmd besta leiðin. Það verður að vera lifandi plagg því að sem betur fer hjálpa hlutirnir okkur. Til dæmis í upphafi kjörtímabils héldum við að stóri vörubílar gæti ekki verið keyrðir á öðru rafeldsneyti. Nú eru þeir bara keyrðir með rafmagni sem frábært og þannig þurfum við að halda áfram og ég held að við og með þær upplýsingar sem loftslagsbókhaldinu þá lítur út fyrir að við séum að ná markmiðunum sem við erum búin að skuldbinda okkur að gera rúmlega 40% árið 2030 og það mjög mikilvægt að við höldum okkur efni hvað það varðar. Takk fyrir og boltinn komin til Þórhildar Sunnu. Já, takk. Mér langaði bara að rétt að bæta við varðandi fiskeldið að við lítum bara einfallega svo á og það alveg vita að það ekki hægt að vera með eldi í opnum sjókvíum og virða varúðarregluna og virða lög dýraverðferð. Það bara ekki hægt. Þetta ekki hægt. Þess vegna verður að hætta þessu. Loftslag? Já, mér finnst bara mikilvægt að halda þessu til haga út af því að þessir flokkar hér verðast ekki alveg sjá það. Þeir eru ykkur afnýttir með það. Varðandi losunina hjá okkur. Við viljum draga saman samfélagslosun 70% fyrir 2030 miðað við árið 2005. Við viljum draga úr heildarlosun 55% miðað við árið 2020. Þetta mjög skýr markmið og við erum með mjög, og ég hvet ykkur til að kíkja á okkar mjög skýru og aðgerðamiðuðu áætlun í umhverfismálunum á pirata.is. Þar erum við með fjöldan allan aðgerðum en við ætlum ekki að standa í þessu sjálf. Við viljum halda þjóðfund í upphafi hvers kjörtímabils, þar sem við ræðum við samfélagi sem við vitum að tilbúið að fara í miklu róttækari aðgerðir heldur en stjórnvöld hafa verið hingað til. Við þurfum að vinna upp tapaðan tíma, 4 ár þar sem ekkert hreyfðist í samdrátti í losun vegna þess að VG rétti þessum manni hér lyklana að umhverfisráðuneytinu. Það þarf að vinna upp þennan tíma. Takk fyrir. Aðalsteinn næstur. Já, takk fyrir það. Ég tek undir margt af því sem að Svandís, Þórunn og Sunna sögðu. Okkar mikilvægasta verkefni að tryggja okkur sjálfbæra framtíð og þess vegna hefur Viðreisn í sinni stefnu að draga úr losun á beinni ábyrgð Íslands 60% fyrir árið 2030 með við 2005 og draga úr losun vegna landnotkunar 50% árið 2030 með við 2005. Og til þess þurfum við vel fjármagnaða og skipulaða áætlun og við þurfum líka að gera þetta verkefni allra ráðuneyta, ekki einungis umhverfisráðuneytis. Og við þurfum að hafa aðhalda Alþingis og þess vegna þarf að kynna fyrir Alþingis skýrslu hverju ári hvernig okkur miðar að þessu verkefni. Það engin ein töfralausn til að ná svona mikilvæga markmiði. Það til að mynda ekki nóg að auka
öflunina á grænni orku, það skiptir öllu máli hvernig við notum þessu orku. Og svo þurfum við körfu af töfralausnum. Þar með er kolefnisgjald og að lækka skatta á móti til þess að búi til hvata fyrir efnahagslífið. Við þurfum að ná orkusparnaði í byggingariðnaði, í samgöngum og svo framvegis. Og fólk er stundum hissa þegar við tölum í Viðreisn umhverfisstefnu og heldur að frjálslyndur flokkur hafi ekki sterka umhverfisstefnu. En það er engin andstaða milli þess að gæta að umhverfinu og byggja upp heilbrigt og gott atvinnulíf. Það er ekki satt. Takk fyrir það, Karl. Já, við viljum að Ísland standi við sínar alþjóðlegu skuldbindingar sem það hefur gert og við þurfum að vinna í þessu mjög skipulega með öllum þjóðum heims, allra helst og við í sósíalistum fordæmum harðlega tillögur sumra hérna að draga okkur úr Parísar samkomulaginu og fólk úr lýðræðisflokknum sér maður að setja inn greinar á Vísi núna reglulega að bara harð neita því að loftslagsbreytingarnar séu eitthvað vandamál, en þær eru vissulega mikið vandamál og við þurfum að taka því að mikilli festu á skipulagðan hátt. Það er besta leiðin til þess að gera það. Við þurfum hérna heima að endurheimta votlendið, við þurfum að stórefla almenningssamgöngur. Það er lítið talað um það oft í þessu samhengi því miður. Auðvitað er það greiðarlega stórt atriði í þessu. Á Íslandi erum við að menga mjög mikið bara með bílunum okkar og það bara er ekki að fara að duga að fara allir séu á sínum enga rafmagnsbíl. Við þurfum að fá mjög öflugar almenningssamgöngur og okkur erum við ekki að skoða að byggja lestir líka. Ég meina það er umhverfisvænasta leiðin til þess að flytja hluti landið og við erum allan annan ferðamanna iðnað sem við þurfum líka að takmarka ef við ætlum að halda niðri útblæstrinum. Þannig að við þurfum að átta okkur á því. Elon Musk og grænum kapitalistum, þeim er ekki annt umhverfið, þeim er alveg sama framtíðina og bara fólki almennt. Og munu græða áfram á þeim ef við leyfum þeim að komast upp með það. Við þurfum að taka þessu mjög skipulega og að festu. Takk og Björn. Góð ræða hjá Kalla hérna á undan mér. Erfitt að koma á eftir honum. Aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum er ómarkviss, margar aðgerðana eru ófjármagnaðar og ávinningur þeirra hefur ekki verið metinn. Þetta segir loftslagsráð og var fjallaðum í fréttum fyrir 2 dögum. Það segir meira en mörg orð. Hér er óendanlega mikil skammsýni í gangi líkt og í hinum vestræna heimi meir og minna gagnvart því að þetta sem við erum að ræða núna er langstærsta viðfangsefni veraldarinnar. Hvert einasta land, þetta er stærsta málið, hvernig getum við minnkað losun? Hvernig getum við minnkað losun? Frá morgni til kvölds verðum við að spyrja okkur þessara spurningar, hvernig getum við minnkað losun? Hverjir eru að losa mest? Erum við almenningur að losa mest? Nei, samt þurfum við að taka sektina á herðarnar, samt er alltaf verið að hamast í því hvað við getum gert þegar henni stóru gerendur, sem er náttúrulega bara korporismin, risastór fyrirtæki sem hægt er að flokka undir rányrkju kapitalista, hafa hálfan heiminn í hendi sér, skammsýnin algjör. Ef hér væri panelin fullur af 15 ára krökkum, þá væri umræðan hér allt önnur. Ég er svo heppin að ég á 2 börn sem er undir 16 ára aldri og þau myndu ekki vilja hlusta á mörg þeirra svara sem ég er að verið í dag. Okay. Og þá ætlaðu að taka eina hraðaspurningu á þau, Björg. Já, það var kannski bara til þess að það væri, ef eitthvað er óljóst í því, er ekki allir hér örugglega sammála þeim niðurstöðum vísindaráðs Sameinuðu þjóðanna að hlýnun jarðar sé af mannavöldum og það þurfi að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda? Er það ekki alveg örugt? Er búin að týna fánanum þínum? Nei, það er ekki örugt. Á máttur rétt upp hendgulur og vilt. Já, ok. Þetta er komið, þakka ykkur fyrir. Þetta var svona bara til að vita hvort við værum á sama byrjunarreit í þessu monopóli sem er í gangi. Allir sammála því að vísindin hafi gefa okkur ágætis vísbendingu. Það er þá spurning sem að kemur í raun og veru og hefur drepið nokkru sinnum á hér í svörunum sem ég vil bara segja, ég dáist nú að frambjóðandi hvað hún sleipir í svona pallbóðsumræðum og halda sig innan tímamarka. Það er þetta að koma miklu á 2 mínútum, þau eru fjandi góði í því. En það er þetta með raforkuöryggi heimila, orkuvinnslan og orkunotkun tengis mjög umhverfismálum eins og formaður Landverndar kom inn og fólk hefur komið hér inn á. Og nú spyrjum við það sem að ég var að formúlera á leiðinni hingað til skjaldborg heimilana orku. Það er að segja að það verði tryggja raforku, viljið þið tryggja raforku öryggi heimila þannig að þau þurfi ekki að keppa við fyrirtæki á markaði því að þau eru mjög öflug og forgangsraða með því orku á samfélagslegum grunni. Og nú ætla ég að byrja inn á miðjunni
að því að endarnir hafa fengið og ætla að byrja á Guðlaugi og fara svo til Þórunar, svo til Höllu og svo áfram út og svo förum við hingað. Guðlaugur, ég ætla að byrja þér núna. Við höfum haft það mjög skýrt og vegna þess að við erum með ákveðið fyrirkomulag sem að ég held að það sé ekkert betra þó svo ég að fulltrúi Viðreisnar ætla að ganga úr EES með yfirlýsingar hans hér að þá það samt sem að þannig að við viljum sjá til þess að heimili og smærri notendur að þeir sé í ákveðni, getur við sagt, bara það sé svona sett svona smá skjaldborg og það notaði þau orð í kringu þau og fyrsta frumvarpi hefur nú bara því miður ekki náð í gegn að skilgreina þá aðila. Frumvarpi gekk út á það að það væri almennir notendur og sömuleiðis fyrirtæki sem að veltu milljarði og minna. Og síðan var annað á þingmálaskrá frumvarpum það útfærsluna hvað það varðaði og ég tel afskaplega mikilvægt að við klárum þetta því að þó að fólk sé í einhverju afneitun að þá það nú bara þannig að við erum farin að fylgjast með stöðunum í lónunum bara eins og maður fylgdist með hérna í svarthvítir æsku sinni hérna bara stöðun á Þorstofninum og það vegna þess að við höfum gert ótrúlega lítið í raforkumálum í 15 ár og gerðum ekkert fyrir við tókum upp á þessu kjörtímabili í jarðvarmamálum í 20 ár og þeir sem horfast í augu við þetta að þeir munu keyra þjóðina í mikil vanda en stuttarsvari já, höfum við gert eitthvað í þessu já, náðum við að klára í þinginu, nei en ég mun gera allt hvað ég get saman hver ég verð til þess að klára þessi mál. Fínt, takk Þórunn og svo Halla. Já, það vill þannig til að ég á sem þingflokki Samfylkingarinnar flutti tvisvar á þessu kjörtímabili tillögu breytingar og raforkulögum einmitt til þess að tryggja forgang heimila og í raun allra annara en stóriðju í landinu að raforku. Þetta síðan verður að frumvarpi sem að ráðherra flutti. Þetta er nefnilega, það sýnir kannski sko hvernig þetta kjörtímabil hefur verið af því það hefur eiginlega hvorki gengið í rekið og ekkert gerst. Að sjálfsögðu hægt að tryggja raforkuöryggi heimilana og fólk verður bara að kynna sér EES-samningin aðeins betur ef það heldur að það sé ekki hægt. Það í okkar höndum að gera það, við þurfum bara að gera það, það hefur bara ekki verið meiri hluti á Alþingi fyrir því að gera það. Og þá tækifæri til að laga það bara, allar hundgur. Já, smá sögskýring, þetta var tryggt til 2003 en einmitt þegar við byrjum að innleiða Evrópulöggjöfina þá var svo ábyrgð tekin af þannig að þetta eru dæmi áhrif Evrópulöggjafar á auðlindamál þannig að þið heyrið það líka en það eru tækifæri til að gera betur og ég hef verið óþreytandi sem orkumálastjóri að tala fyrir og koma fram með leiðir og ég hvet ykkur bara til að lesa það margar greinar sem liggja fyrir. Ég held að þetta sé lykilhagsmunamál. Það þarf ekki að vera þannig að stórir notendur keppi við þá minni. Það á ekki og þarf ekki að vera þannig og ég held að þeir sem ekki tilbúnir að setja slíkt frumvarp í gegn, það vegna þess að ég velti því fyrir mér, hvort að það sé vegna þess að þeir vilji að sé skortur á almenning. Því að skortur á almenning þýðir hærra raforkuverð og kannski það hagsmunir einhverja að heimilin upplifi að sé skortur á þeim endanum. Þannig að þetta forgangsmál hjá Framsókn, forgangsmál. Já, ég vil taka bara undir með Höllu Hrund með það að þetta allt saman spurningum ákveðið áráðusbragð líka að láta fólk finna og skilja og skynja að það sé fyrir hendi eitthvað vandamál sem að kallar á hraðari orkunýtingarplön heldur við höfum áður séð. Þetta einhver hluti af einhverju plani, einhver staðar. En já, það þarf að lögfesta að nýju að orkuframleiðendur tryggi orku til heimila og smærri fyrirtækja. Það á okkar valdi að gera það. Viðskiptamarkaða með raforku ekki til þess fallin að lækka orkukostnað til heimila. Það liggur fyrir. Já, kannski fyrst örsnögtu varðandi hraðaspurninguna áðan. Það var auðvitað ekki hægt að svara henni því hún gerði ráð fyrir því að menn svöruðu því til hvort að það veru eingöngu áhrif mannsins sem hefði áhrif á loftslagsbreytingar. Það auðvitað fleiri þættir sem koma þar inn. Vissulega. Já, þannig að þess vegna svaraði ég ekki þeirri spurningu eins og sást með krosslöðu höndum mínum. En varðandi rafmagnið, þá það þannig að fremst í röðinni auðvitað að við komum okkur út úr þeirri stöðu að hér sé í landinu
skortur á rafmagni. Ég held nú fram að sé raunin bara við horfum á uppbyggingu hérna fjölbreyttu fyrirtækja sem svona hægist á nú stundir vegna þessa. En það þannig að forsenda bæði heimila og fyrirtækja fyrir svona forsvaranlegum rekstrarskilyrðum hér á Íslandi, bara vegna annara þátta sem eru mótdræga okkur eins og fjarlægð frá mörkuðum og þarfram til götunum, lágt og stöðugt raforkuverð. Og við í Miðflokknum höfum nú ekki verið taldir miklir aðdáendur orkuparka Evrópusambandsins og þetta auðvitað mál sem við þurfum að finna lausn á hvað varðar öryggi heimilanna til öruggra raforku á hagkvæmu verði. Arnar Þór. Já, þetta verður nokkuð svona þema greinilega í mínum málflutningi hérna á fundinum. Það að segja klúður núverandi stjórnmálamanna gagnvart hagsmunagæslu sem snýr að íslenskum heimilum og íslenskri náttúru. Að ósekju og algjörlega ófyrirsinju innleiddu íslenski stjórnmálamenn þriðja orkupakkann sem að geri það að verkum að íslensk heimili eiga erfitt með að verjast þessum raforkuskorti. Það staðreynd. Og síðan þegar fjórði orkupakkin kemur og væntanlega flest allir flokkar á Alþingi munu vilja samþykkja það líka, að þá verða gerðir minni kröfu til vindorkuvera, bara svo það sé sagt hér. Og varðandi síðan áfram fúskið að það sem að kemur snýrað kolefnisgjöldum og sköttum á íslenskt efnahagslíf, þetta eru hlutir sem við hefðum getað beðið undanþágu á og var ekki gert, bæði gagnvart fluginu sem var algjört klúður og sömuleiðis gagnvart því að festa sömu skuldbindingar á Ísland eins og aðrar þjóðir sem við erum 20 árum á undan. Þannig að þetta fólk getur ekki verið á fóðrum hjá Íslendingum almennt áfram því að þeir eru að skaða íslenska hagsmuni. Þakka þér fyrir. Og þá förum við út á hinn endan og tökum flokk fólksins, af því að þú nú hefur oft verið síðastu, Björn. Gjör svo vel. Fyrirgefðu. Spurningin? Já. Auðvitað er ekki orkuskortur á Íslandi. Það er hlálegt að heimili landsins séu að gjalda fyrir það núna hvernig við höfum ráðstafað orkunni. Það er ömurlegt, það er þyngra en tárum taki að velta því fyrir sér. Það er einhvern veginn þannig með öll almannagæði að við erum að missa þau út úr höndunum á okkur til nokkura ofurríkra einstaklinga sem virðast verið í mjög sterku talsambandi við íslensk stjórnvöld. Hvað varðum fiskinn okkar? Er hann okkar? Eigum við fiskimiðin? Hvað varðum rafmagnið okkar? Hvað er að verða náttúruna okkar? Hvað er að verða allt það sem við höfum verið stoltust yfir? Hitaveitan. Nú er talað það að orkuskortur komi veg fyrir það að sundlaugarnar okkar séu opnar á veturna. Það þarf að yfirbyggja þær, opnar sundlaugar. Eru þið ekki að grínast? Góð spurning. Sósíalistar? Tek undir með Birni að þetta er fáránleg staða sem er komin upp þegar við erum að framleiða allt þetta rafmagn og það er talað að það sé bara einhver yfirvofandi orkuskortur til heimilanna að loka sundlaugunum og svona. Þetta er fáránlegt, þetta er algjörlega galið. Maður langar aðeins að ræða þetta í samhengi við EES og ESB. Persónulega ég á móti því að Ísland fari inn í ESB en sósíalistaflokknum finnst að þjóðinni að sé skulda þjóðaratkvæðagreiðsla málið. Við þurfum að skoða þetta en ég vil nefna það í þessu samhengi út af því að það virðist átt vera EES virðist vera notað sem afsökun stundum fyrir spillingu á Íslandi. Að þeir segja okkur að það verði að gera þetta út af EES en svo er það bara ekkert raunin. Það verður ekkert að gera þetta út af EES. Þeir eru ákveðið að gera þetta sjálfur. Álverinn á stóriðan er að fá gigantískt magna orku hérna og borga alla skatta, koma sér undan sköttum bara með því að segjast vera ekki að skila hagnaði sem bara algjör lygi. Þannig að það þarf bara að standa fastar í fætnar gagnvart þessu. Nei, það er engin yfirvofandi orkuskortur og já, við þurfum auðvitað að tryggja það að setja rafmagn fyrir heimilin áður en við förum að selja það út úr landinu. Og þá þurfum við 2 svör í viðbót frá Viðreisn og svo Pírötum. Já, takk. Það er frábært að heyra hvað er mikill samhljómur þetta málefni hérna í þessum panel og ég er alveg sannfærður það að við finnum lausn á þessu. Það er ákveðið lagalega úrlausnarefni sem það er að finna út úr en ég er sannfærður að við finnum lausn á því að standa skjaldborg heimilin í orkunni. En þá dugar ekki einungis að tryggja framboðið, það er líka að passa dreifikerfið og við gleymum því stundum hér á höfuðborgarsvæðinu að það er ekki allstaðar jafn gott og það þarf að styrkja dreifikerfið þannig að heimilin allstaðar á landinu hafi aðgang að orkunni. Og ég get ekki sleppt í að nota tækifærið og til að hrósa sósíalistum
Hérna erum við algjörlega sammála varðandi Evrópumálin að við skuldum þjóðinni að sé haldið þjóðaratkvæðagreiðslu aðframhaldið aðildarviðræður við Evrópusambandið og út af því að Evrópusambandið bara á góma og við erum að velta því fyrir okkur, þá líka ágætt að velta fyrir sér hvaðan umhverfislöggjöfin og hver leiðandi í málefnum umhverfisins í heiminum. Takk fyrir það og þá er það Píratir. Já, takk fyrir. Auðvitað viljum við að almenningur hafi forgang að þeirri raforku sem framleidd, en við erum með miklu stærri sýn á þessi mál heldur en bara það. Við tölum fyrir að breyta þessari endalausu áherslu á hagvöxt ofan og færa okkur frekar í átt að velsældarhagkerfi, minnka umsvif hagkerfisins, hætta þessari ofurtrú á að hagvöxtur sé það eina sem að myndi gott samfélag. Við höfum séð það breytast á vegum AGS og öðrum alþjóðastofnunum, þessi tröllatrú á nýfrjálshyggju og að niðurskurðarstefna sé rétta leiðin til þess að takast á við krepputíma og við getum verið fyrirmynd annarra þjóða að sældarhagkerfi sé rétta leiðin áfram til þess að búa til sjálfbært samfélag sem að notar orku í takt við þörf sjálfbærs samfélags. Við getum dregið saman allar þessar spár sem segja fyrir það að við séum á leiðinni í einhverja orkukreppu, gera ráð fyrir óbreyttri iðnaðarstefnu hér á Íslandi, gera ráð fyrir því að orkuskiptin fara allir nýja rafbíla í staðinn fyrir frábærar og grænar umhverfisvænar samgöngur, almenningssamgöngur, gera ekki ráð fyrir því að við drögum saman í stóriðju og mengandi iðnaði hérna á Íslandi, gera bara ráð fyrir óbreyttum vexti út í hið óendanlega. Við viljum snúa þessu við viljum fara í raunverulega stefnumótun orkuþörf til framtíðar í sjálfbæru velsældarhagkerfi sem fókusar á eitthvað annað en að framleiða meira drasl í ár heldur en í fyrra. Takk. Takk fyrir. Og ég held nú að það sé full ástæða til að gefa þeim öllum lófaklapp fyrir að koma og svara. Kær þökk, það var mikið metnaðarmál hjá okkur mörgum og líka þeim sem voru með okkur í streymi og sendin spurningar og fleira að setja umhverfis og náttúru, bara náttúruvinir í landinu kæmu þessum málum á dagskrá við þau sem ætla sér að sitja á Alþingi og vita það að þið verið ekki látin í friði á næsta kjörtímabili. Þið verðið kolluð aftur og aftur að þessu borði til að svara fyrir það sem að gerast. Það 1 mínúta eða 2 og það því miður ekki nóg fyrir lokaár sem ég gjarna vilja gefa ykkur. Eitt fróðleiksmóli frá mér í staðin fyrir að koma með leiðilega. Ég nefnilega, þið hafið öll heyrt jarðardaginn. Það þegar að mannkyn hefur farið fram við þolmörk jarðar, fullnýtt þær auðlindir sem eru til ráðstöfunar. Í ár var jarðardagurinn 1. ágúst. Þá vorum við komin yfir mörkin og erum að taka út umfram. Það svo draga út af reikningnum. Þú stalst frá mér! Ég ekki viss allir að þetta. Hún stelur frá mér línunni. Jörðin, mannkyn í heild, fór yfir 1. ágúst. Svo voru nokkuð fátækríki sem voru mjög sein. Af því að þau blása lítið út og þau menga lítið annað, þannig að fátækustu ríkin eru þarna kringum mánaðamótin, júlí, ágúst. Þau sem eru öflugust á þessum ferli, það eru ríki svo Katar og fleiri og þau eru búin að fara yfir mjög snemma. En eins og hér kom fram, Ísland ekki á þessum lista, vitið af hverju? Þeir sem taka saman, þeir trúðu ekki niðurstöðum. Bara trúðu þess ekki, þetta getur ekki verið. Og þá fórum menn að reikna og segja, jú, við erum að Ísland fer yfir jarðarmörkin 20. janúar í vist spori. Og þetta þegar við segjum að við lifum búum í framleiðsludrifnu hagkerfi, þá hin hliðin af því neysludrifið hagkerfi sem að setur okkur í 1. sæti á dagatali yfir þolmörk jarðar. Þetta segja þeir upp í háskóla, sjálfum Háskóla Íslands. Þannig vitnisburðurinn það. En ég þakka ykkur fyrir. Björgauður, viltu segja ykkur snjöll lokaorð? Nei, heyrðu. Þá það ungir sem ætla að útluta sólinni og gera prófið. Eða Guðmundur?
alltaf langað að segja þessi orð, farið ekki langt. Takk kærlega fyrir, kæru þátttakendur, kæru frambjóðendur. Þetta var skárri en ekkert, sem það besta sem ég get sagt. Og núna kemur að því, þetta bara eins og í Idol stjörnuleit og öllum þessum þáttum, við að setja sjónvarpsefni, það fólk heima í stofu, út allt land að horfa á okkur, búið að poppa og svona, lífrænt. Að við ætlum að fá Snorra Hallgrímsson og fleiri frá ungum umhverfissinnum upp og þau eru búin að rýna stefnuskrár ykkar flokka og þau eru búin að rýna stefnuskrárnar og ætla að gefa einkunn og þetta undir heitinu Sólin og þau verða með sýningu á tjaldinu og það erfitt fyrir ykkur að sjá það með augu ekki á hnakkanum. Þannig að þið megi fara niður ef þið viljið og setjast með fólkinu í landinu í fremstu röð. Og takk fyrir og Sólin gjör svo vel. Sæl veriði, háttvirta samkoma með vonum óskipta símalausa athygli, þá viljum við færa ykkur fréttir. Þetta sem sagt eitthvað sem að mörg hafa beðið eftir, en ég heiti Ragnhildur Katla og fræðslufulltrúi umhverfissinna. Með mér okkar nýi en vel verðskuldaði Snorri Hallgrímsson, forseti ungra umhverfissinna. Vegna þess að þingi var svolítið að flýta sér, þá höfum við framreitt þetta listaverk á örskamri stund og fengum ógurlega góða hjálp frá sérfræðingum og auglýsingafólki með okkur í lið. En þetta þetta verkefni sem við viljum dreifa sem víðast, þetta til þess að hjálpa okkur venjulega fólkin að fóta okkur í þessum örlítið flóknu kosningabaráttu. Áður en við byrjum og til þess svolítið að undirstrika þessi orð, þá viljum við bjóða á svið Hanna Ædu. Hún að fara að kjósa í fyrsta skipti og ætlar að segja okkur svolítið hvernig þetta frá hennar sjónarhorni. Sæl öll, ég heiti Æda og 19 ára fyrsta árs háskólanemi og loftslagsfulltrúi ungra umhverfissinna. Þetta eru því fyrstu alþingiskosningarnar þar sem ég með kosningarétt og ég ætla að nýta mér sólina til þess að ákveða hvernig ég ætla að kjósa. Ég hef tekið þátt í umhverfis- og loftslagsaktivisma síðan ég var 13 ára og hef því lengi verið spennt til að fá að kjósa. En nú þegar ég stend loksins frammi fyrir fyrstu alþingiskosningunum mínum verður þetta allt svolítið yfirþyrmandi. Eins og ég segi ég á fyrsta árinu mínu í háskóla og ég loftslagsfulltrúi ungra umhverfissinna og þess vegna eins og bókstaflega allt unga fólki sem ég þekki frekar upptekinn. Auk tímaskorts ég ekki nógu klár í umhverfismálum til að vita nákvæmlega hvað ég á að vera að leita af í stefnum flokkana, þrátt fyrir að hafa mikinn áhuga á umhverfis- og loftslagsmálum. Mig langar til að kjósa fyrir því sem best lýsir mínum skoðunum, en ég hef komist að því að það hægara sagt en gert. Þess vegna sólin svo mikilvæg fyrir fólk eins og mig sem vil kjósa fyrir umhverfið. Það margt sem þarf að huga að þegar verið að kjósa í þessum alþingiskosningum sem ung manneskja, svo sem efnahagsmál og húsnæðismál, en að mínu mati umhverfismál mikilvægustu málefni þessara kosninga, þar sem ákvarðanir sem teknar verða á þeim málum á komandi kjörtímabilinu munu hafa gríðarleg og varandi áhrif á framtíðina okkar. Kjósum fyrir umhverfið og fyrir framtíðina okkar, kjósum með sólinni.
Takk fyrir það, Edda. Nú, þó að það hafi farið skammarlega lítið fyrir þeim í umræðu síðustu missera, þá það alveg bráðnauðsynlegt að í komandi kosningu þá séu umhverfis- og loftslagsmál í brennidepli. Framtíð okkar allra veltur á stöðugu loftslagi og heilbrigðum hringrásarkerfum jarðar, eins og við vitum örugglega öll hér. Eitthvað sem verður meiri og meiri ástæða til að hafa áhyggjur af að því virðist hverju vikunni og hverju mánuðinum sem líður. Eins og Guðmundur kom inn á hérna áðan, að þá stefnir í hitamet á ársgrundvelli á jörðinni annað árið í röð. Það inn í 15 mánuðir í röð sem fjallu hitamet á mánaðargrundvelli líka, sem eitt og sér alveg nógu mikið áhugjefni. Sömuleiðis tekið að hægja verulega á sjávarströmmum í Atlantshafi. Og það sem meira að það nálgast ískeikilega vendipunkt, þaðan sem slíkum áhrifum verður ekki aftur snúið við og geti jafnvel hrunið alveg. Og við lærum nú öll strax í grunnskóla hvað golfstraumurinn mikilvægur einfaldlega til þess að Ísland sé byggilegt. Við lærðum það líklega flest öll nema kannski mér skilst Björg Eva og Stefán hafa verið í skóla áður en það séu svo gömul að þegar það fæðist áður en skóla voru fundir upp, en það önnur saga. Ég ætla að leyfa mér að gefa smá samhengi og tala aðeins þetta verkefni og sólarkvarðan sem okkur svo kær. Hann var hannaður fyrir seinustu alþingiskosningar. Ungir umhverfissinnar funduðu þá með stjórnmálaflokkunum og áttu mjög gott samtal, en að eiga gott samtal eitt, en okkur langaði að fylgja því eftir. Og þá fæddist þessi hugmynd að búa til þennan kvarða sem hægt væri að meta flokkana eftir. Og þá var strax farið í þessa vinnu, að það var boðaður almennur félagafundur. Á þessum tíma voru það 1200 manns, í dag telja þeir yfir 1600, og var öllum boðið að koma að borðinu til þess að segja hvað þeim finnst mikilvægt í þessum málefnum. Og þær hugmyndir voru síðan frekar mótaðar með hjálp sérfræðinga og með mikilli heimildavinnu í sólarkvarðan. Og hann var síðan kynntur aftur fyrir stjórnmálaflokkunum og tekið á móti hugmyndum, spurningum og gagnrýni til þess svona að tryggja smá sanngirni og jafnvel aðhald svona í báðar áttir líka. Og var og tilgangurinn með kvarðanum og með þessari vinnu alveg jafn mikið að hvetja stjórnmálaflokkana, hvetja ykkur sem hér setjið til dáða og til þess að setja þessi mál á dagskrá. Alveg jafn mikið og til einhvers aðhalds. Nú vildi ég vildi mjög mikið að ég geti sagt að þessi kvarði væri orðinn hálf úreltur. Og það sé margt þar inni sem sé einfaldlega búið að koma á dagskrá og búið að leysa. En svo því miður ekki. Við fórum yfir hann og það í reynd bara eitt atriði á honum sem á raunverulega ekki við lengur. Og var það stig fellt inn í og það eitt undirstig, það þess að bara eitt undirstig í þessum 76 punkta lista sem að gerir upp sólarkvarðan. Það var fellt saman í þetta og gott að minnast líka á það að þegar kvarðinu var gerður þá voru ákveðin atriði á honum sem voru þegar í lögum í einhverri mynd, en þótti samt við hæfi að biðja sem stefnumál og það eru þá atriði sem að vantar annarkvort að innleiða, vantar fjármögnun eða vantar framfylgni. Og svipað uppi á teningunum með ýmis lög í þessum málaflokki og sem snerta þetta sem hafa komist í gegnum Alþingi á seinustu 3 árum. Svo ég tali snöggt aðferðafræðina. Við höfðum samband við flokkana núna skömmu eftir að búa til kosninga með skömmu fyrir ára og fengum til að fá sendar stefnur þeirra. Ég held að Ragnhildur hafi beðið að enginn var með síman uppi. Og þau gögn sem við tökum við og sem við metum eru formlegar samþykktar stefnur flokkana sem og kosningaáherslur. Og til að meta þessi gögn að þá réðum við til að starfa 3 starfsmenn sem hafa bakgrunn í líffræði, stjórnmálafræði og tölfræði ásamt frekari menntun í umhverfisfræðum en eiga það auðvitað öll sameiginlegt að vera ungir umhverfissinnar.
Og einn af mikilvægasti hlutin af þessu ferli auðvitað að tryggja hlutleysis og sanngirni. Svo við lögðum mikla áherslu á að ráða einstaklinga sem eru óflokksbundnir og án tengsla við stjórnmálaflokkana. Sömuleiðis, þegar það var farið yfir þessi gögn, þá voru allar stefnur og öll gögn afmáð, nöfnum flokkana, en sem og öðrum upplýsingum sem gætu bent til hvaðan þær komu, nöfn fólks, staðsetningar og fleira. Þannig að þegar starfsfólk fekk í hendur stefnunar, vissu þau í raun ekki hvaða flokks var að vera að fara yfir. Það var bara stefna flokks 1, 2, 3 og svo framvegis. Og hver starfsmaður fór yfir gögn og gaf stig í hverjum flokki fyrir hvert atriði fyrir sig og lokaeinkunn síðan meðaltal af þessum 3 einkunnum. Kemur það fyrir að ákveðnum stöðum hafi einn gefið stig og annar ekki og það getur verið þá túlkun eða skýrleika stefnunar sem á við. Auðvitað þetta bara stefnur sem við erum að meta, bara orð á blaði. En ég tel samt að þetta sé mjög öflugt verkfæri. Við erum búin að fara yfir, töldum það saman, 344 A4 blaðsíður af gögnum. Margt má ásaka stjórnmálaflokkum, en að vera stuttort ekki eitt af þeim til þess að gera þessar einkunnir. Ég ekki viss að það væri margir sem myndu leggja það fyrir sig að lesa þetta allt saman, en við erum búin að gera það og taka þetta saman á það sem við vonum að sé mjög aðgengilegur og mjög hjálplega máta. Takk fyrir það. Og sömuleiðis vonumst við til að þetta getur verið gagnlegt tól fyrir flokkana sjálfa. Að þarna geta þeir séð mjög skýrt hvar þeir eru sammála og hvaða málefni þeir eru sammála. Og það getur auðvitað verið gott bæði ef vantar að skrifa stjórnarsáttmála eða ef þið vantar vin til að skrifa með þeir frumvarp eða annað. En það ágætt að hafa orð á því líka. Við erum hingað ekki komin til þess að segja einum hvað þeir raunverulega að kjósa. Við viljum einfaldlega hjálpa öllum, bæði ungum sem og öldnum, að geta tekið upplýsta ákvörðun, en hver þarf auðvitað að ákveða fyrir sig og eiga það við eigin sannfæringu hverjum hann treystir, hvað honum finnst skipta mestu máli, hver með sætasta brosið og allt hitt sem skiptir svo miklu máli. En ég ætla ekki að draga þetta mikið lengur. Ég varpaði hérna upp á skjánum hvernig stigagjöfin brotnar niður. Það eru 40 stig í boði fyrir loftslagsmál, 30 fyrir náttúruvernd, 30 fyrir hringrásarsamfélag, sem summera upp í mjög snyrtileg 100 stig. Þetta ætti alltaf að vera mjög skýrt. Þannig að ég ætla að leyfa Ragnhildi að kynna raunverulega niðurstöður. Að máli málana sem við erum öll svo spennt fyrir, vonandi bæði hér og alls staðar út allt land. Ég vona að tæknin bregðist mér ekki, ég var að reyna að koma sinn þannig að einhverjum svífa inn létt og löflega. Við skulum bara byrja á þeim sem eru þarna fremst. Já, þá sjáum við hér að Framsókn fær 6,8 í loftslagsmálum, 9,7 í náttúruvernd og 13 hringrásarsamfélaginu, en í lokaeinkunn fá þau 29,5 stig. Þá fá þau 13 sem sagt í hringrásarsamfélaginu, en þar af voru til dæmis 6 í úrgangsmálum. Ef við förum næstu Viðreisnar, þá fáum við þessi stig hér, en þau fá mjög hátt í loftslagsmálum út frá sem sagt sérstaklega þá flokkinu það sem við segjum annað, sértækum og hugsjónamiðum. Allt í góðu. En þau skoruðu einnig hátt í vistkerfis- og úrgangsmálum. Ef við hendum í næsta þá Sjálfstæðisflokkurinn með 20,7 heildarstig og þau fá ágætlega jafnt í öllum flokkum en þá kannski svolítið hærra í hringrásarsamfélagi. Já, næsta erum við ekki öll alveg bara með fiðring í tánum. Já, Flokkur fólksins fær 1 heildarstig og fær það fyrir stefnumál sem kom inn á landbúnað og matvæli.
Miðflokkurinn fær 5 heildarstig og skora þá í náttúruvernd og hringrásasamfélagi. Nei, hástökkvarar ársins með falleg 5 stig og viljum við þá fara til lýðræðisflokksins en þau fá 2 stig og þá það í svolítið því sama þá í undirflokkum sem að varða vistkerfi og landbúnað. Píratar fá næstu í fullt hús stiga fyrir loftslagsmál og einnig hátt í hinum flokkunum með samanlögð 91,7 stig á skalanum. Mjög flott. En að næsta Samfylkingin en þau skora hlutfallslega hæst í flokki hringrásasamfélagsins og eru með samanlögð 59,3 stig. Við erum komin að Vinstri grænum sem að ná samanlögðum 88,3 stigum og ná sem sagt jafn mörgum stigum í flokkum hringrásasamfélags og náttúruvernd en eru líka há í loftslagsmálum. Að sósíalistum þá eru þau, já, ég var ekki búin að íta nógu oft, hér eru þau með samanlögð 39,2 stig en eru þá líka á þeim vagninum að vera hlutfallslega hæst í hringrásarsamfélagi. Að lokum viljum við enda á árbyrgri framtíð sem fær samanlögð 0 stig þar sem ekkert í stefnu þeirra segir umhverfismál af því sem við náðum að safna. Þetta hægt að sjá ágætlega á frekar myndrænu riti sem að ég setti upp og já, þetta sem sagt okkar helsta tæki til þess að auðvelda okkur í það að skilja hvað eru þessi flokkar okkar að segja. Við erum líka með svolítið skemmtilega eins og nefnt var áðan varðandi hástökkvara ársins og fleira, þá erum við með sem sagt glæru sem að tala hvernig þetta miðað við síðustu kosningar. Já. Og þetta gleður okkur mjög mikið að sjá að það almenn og nokkuð sýnileg bæting milli ára og milli kosninga. Að sjá að margir og flestir flokkar bæta við sig alveg þó nokkrum stigum sem að gleður okkur mikið að sjá og okkur langar að halda því fram að þar sé að minnstu kosti að einhverju leyti verið að hlusta á okkur sem mjög gaman að sjá og að heyra. Og jú, það er réttbörg frá hlutfallslega hlýtur miðflokkurinn að vera með mestu bætinguna, hafandi 5-falda stigafjöldum frá seinast. Og ef þið haldið áfram þeirri vegferð þá verðið búin að brjóta skalan við 2 kosningar. Já. Einmitt, en hamfarahlýnun sem sagt samfélagslega kerfislægur vandi. Oft rætt vandan eins og hann sé ábyrgð einstaklingsins eða neytandans, en til þess að stemma stigu við loftslagsbreytingu þarf að breyta kerfinu sem forgangsraða hagnaði fram yfir sjálfbærni. Þau sem viðhalda kerfinu í núverandi mynd í stað þess að breyta því bera mesta ábyrgð á loftslagsbreytingunum. Það ábyrgð valdhafa að gera sjálfbæran lífstíl auðveldasta, ódýrasta og aðgengilegasta kostin og setja mengun og ósjálfbæri nýtingu auðlinda skorður með lögum og reglum. Við krefjumst þess að þau sem völdin hafa í samfélaginu beiti þeim til þess að bregðast við loftslagsbreytingum. Þetta eru mikilvæga kosningar að því við erum að nálgast 2030 og við höfum ekki verið að standa okkur. Bara nefna Kyoto-samningin og Parísarsáttmálann, við höfum farið yfir kolefnislosunarheimildir, við höfum misst jökla, votlendi, fjölbreytt lífríki, aukið orkunotkun meðal einstaklings og bara svo margt fleira, en öllum grænum skrefum skal taka fagnandi. Við erum líka upplýstari, fjölbreyttari, við höfum fólk sem tilbúið að taka slaginn og segja eitthvað. Sólin sem við erum búin að vera að predika hér okkar leið til að þrýsta á yfirvöld til þess að taka þessa ábyrgð. Stefnuflokkana eru opnar öllum til aflestrar og höfum við tekið saman og fært ykkur á færibandi. Þau segja okkur hvað þau ætla að gera og viljum við treysta þeim fyrir framtíð okkar. Ef þeim skít sama umhverfið, eru þau sannarlega ekki að berjast fyrir framtíð næstu kynslóða. Ef stefnuskráin segir ekkert verndun auðlinda okkar loftslags, þá eru þau gerð fyrir olíufusta og útrás á víkinga.
Því vil ég benda þér á að ef þú ert ekki einn á óvaldtöldu, þá eru þau ekki að berjast fyrir þig eða mig eða börnin. Margir einstaklingar hafa komið að sólinni og hafa unnið mjög eigingjart starf við að gera þetta að veruleika. Óeigingjart starf. Takk fyrir. En eins og við tölum börnin hérna rétt áðan, þá erum við erum ekki með neinar gjafir til að færa en vildum samt færa flokkunum einhverja áminningu. Þannig að sem kennari í grunnskóla þá bað ég 3. bekk í Kópavogi að útbúa sólir til að minna ykkur á sólunum sem að börnin í okkar samfélagi hafa teiknað. Stendur takk fyrir að hugsa framtíð okkar. Fólk segir að versta eftirsjáin að hafa ekki gert neitt. Við viljum því biðja ykkur að hjálpa okkur að deila sólarboðskapnum, deila límmiðunum, deila á samfélagsmiðlum, segja frá, tala við þau sem eru ósammála ykkur, tala við þau sem eru sammála ykkur og endilega deila og tala við fallega, flotta fólki sem ætlar að leiða þjóðin okkar í átt að betri framtíð. Við treystum þeim og viljum treysta þeim og ætlum að passa upp á að halda þessu áfram í umræðinni. Húsið okkar brennur og við verðum að gera eitthvað. Takk fyrir okkur. Takk kærlega og takk kærlega fyrir fundin, takk kærlega fyrir þáttökuna, skýr orð öll innan tímamarka og munum svo bara eftir viku að kjósa með náttúrunni, kjósa með umhverfinu, kjósa með loftslaginu, kjósa með framtíðinni, fyrir framtíðinni. Takk fyrir.